Og svo er fleiri kallar leiðinni. Jú, 54. Það er komið í gang. Jæja, góðan dag. Velkomin. Takk fyrir að koma. Við erum að fara á stað með umræðu núna PISA 2009, eins og við gerðum með PISA 2006. Og ég heiti Almar og verkefnisstjóri fyrir PISA. Markmiðið með þessum fundum er svona að gefa ykkur innsýn inn í niðurstöðurnar, svona aðeins dýpra heldur en okkar skýrslagerði og svona velta upp ýmsum flötum á þessum niðurstöðum með ykkur. Ég vil endilega fá frá ykkur spurningar bara þegar það vakna og getum þá bara rætt þá hluti. Dagskráin í dag er tvíþætt. Annars vegar að fjalla niðurstöður úr OECD-skýrslunum. Þá tek ég hérna á skjávarpan myndir úr skýrslunni og svona ætla að skoða eins hvar Ísland stendur í þessum niðurstöðum. Og í seinni hlutunum ætla ég að fjalla greiningu sem ég gerði á lesskilningsverkefnum. Hvaða verkefnið eru sem íslenskir nemendur eru að vaska á og hvaða verkefnið eru sem þeir eru að gera ákveðandi vel. Þá er ég ekki að fara að sýna ykkur verkefnin, þau eru læst niður í skúffu, mánum sjá þau, en ég get sýnt ykkur svona hvað einkennir þau. Og ég ætla að byrja sem sagt á að fara aðeins yfir OECD-skýrsluna. Mér næst eflaust ekki tími til að fara yfir nema fyrsta og annað bindi og vel ef það tekst. Ég ætla að byrja á stuttu myndbandi frá Andreas Schleicher, viðtal við hann. Hann er guðfaðir PISA-verkefnisins og framkvæmdastjóri þess hjá OECD. Það er að gefa honum orðið svona fyrstu mínúturnar. Leið ykkur að heyra hvað hann hefur að segja þessu niðurstöðu. PISA is a very innovative instrument to measure the quality of learning. Sometimes that we missed for a long time when we focused all our energies in counting students and books and so on, and infrastructure in school. It measures the quality of learning outcomes, equity in the distribution of learning opportunities, value for money, and you can suddenly see where you stand in the World League. It tests whether young people can extrapolate from what they know, whether they can apply their knowledge in novel situations they have been not familiar with before, whether they can demonstrate thinking skills, whether they can creatively work, whether they can collaborate with others. You can find strong education systems almost anywhere on the globe. If you look in Europe, Finland is a great example. In North America, Canada. In Asia, Japan, Korea, Singapore, Shanghai. There are lots of good examples of systems that do well overall, that provide equitable opportunities for all of their students, and that achieve quite good value for money. They set very ambitious standards for all students. They don't tolerate failure. They ensure that every student is able to benefit from excellent education. They are able to attract the best teachers
into the profession and to put them, the best teachers, into the most challenging classrooms. They have actually lots in common. There's some link between money spent and outcomes, but money only explains about 20% of the performance differences that we observe among countries. That means there are lots of education systems that are not expensive but do really well, and there are some education systems that actually are quite expensive and not doing really well. And you find the same within countries actually. When you actually look, the variability in school performance is quite large in many countries. Some schools, even schools operating in very privileged socioeconomic contexts, not achieving the kind of results you would expect. The quality of an education system can never exceed the quality of its teachers. The best performing education systems attract the brightest people into the teaching profession. They educate them well, they develop them well, they retain them, they provide rewards and incentives for them to develop. They actually have a very well developed teaching force. Ég held að poppa fyrir ykkur. Þarna að fara yfir á 4 mínútum kjarnan í því sem að PISA að reyna að segja okkur þessi þátttökuríki. Og við förum yfir... Nú, ég sé það. Fyrir, þegar maður fyrir gegnum skýrsluna þá sér maður einmitt ýmsa þessi punktur sem hann var að nefna og það er ágætt að hafa þetta í bakgrunnum þegar við förum yfir skýrsluna. Og ég ætla að fara bara yfir fyrst og annað bindið sem kallast What Students Know and Can Do og Overcoming Social Background, Equity in Learning Opportunities and Outcomes. Hinn bindin eru alveg áhugaverð. Það er Learning to Learn, Student Engagement Strategies and Practices, What Makes a School Successful og Learning Trends, þróun frá 2000. Svo kemur skýrsla lesskilning og rafrænan texta í júní. Ég ætla að nefna það að þetta er stærsta alþjóðlega próf í menntun heiminum og nokkur lönd eru að taka prófið ári og eftir og eru ekki með í þessari skýrslu. Það eru yfir 70 lönd sem eru að taka prófið. Á Indlandi og Venezuela eru reyndar héruð innan landsins, ekki allt land. Ég ætla að byrja á fyrsta bindinu og það sem ég gerir er að skoða bara textan og myndirnar þar sem Ísland kemur fyrir. Og þarna strax í upphafi við fjallaðum það að Ísland er meðal þeirra ríkja sem eru með hærri lesskilning en OECD meðaltalið og hærri læsi og stærðfræði en OECD meðaltalið. Við erum með minnsta úrtakið og Mexíkó með stærsta úrtakið. Við erum með mjög... Ísland að það úrtak? Já, nei, úrtak. Við erum sem sagt minnsta, fæstu nefnendur. Já, minnsta þýðum. Nú, varðandi Economic, Social and Cultural Background, það er að segja þjóðfélagslega stöðu nemenda, þá er það mjög breytilegt eftir löndum. Það er ekkert með menntakerfið að gera, þetta er bara efnahagur landanna. Það er Tyrkland og Mexíkó sem eru 58% nemenda, eru í því sem er kallað alþjóðlega Disadvantaged Group og eins í Chile, Portugal, Spáni, Ítalíu og Póllandi er þetta hlutfall
meira en 20%, en á Íslandi, Kanada, Finnlandi, Ástralíu, Noregi þetta innan við 5%. Nú, í upphafi eru nokkrar myndir bein tengsl milli svona samhengis í landinu og meðal lesskilnings í landinu. Hérna erum við með reading performance and share of socioeconomically disadvantaged students. Hversu hátt hlutfall af nemendum eru disadvantaged, eru í lágri hlutfalli og svo meðal lesskilning. Ísland er hér, meðal þeirra landa sem eru með fæstu nemendum. Það er Finnland og Kanada, Ástralía og Noregur. Og svo eru niðurstöðurnar hérna Ísland og Noregur. En það eru sterk tengsl á milli þessara þátta. 46% af dreifingu lesskilnings milli landa er þetta skýra af því hversu margir nemendur eru sem við kalla disadvantaged. Það er lágri þjóðfræðslu. Þannig að þetta er sterk tengsl. Í þjóðfélögum þar sem eru mjög mikil fátækt, þar standa nemendur ekki eins vel og í ríkari löndum. Eins getur maður skoðað gross domestic production, en þar er sko, ég tala ríkari löndin, þarna er rauninni aðstæðan til góðs lífs, skulum við segja. Hér erum við með ríkari löndin, það er að segja þjóðarframleiðslu. Það er eiginlega engin skýring á því, ríku löndin er ekkert endurlega með betra menntakerfi heldur en fátækulöndin, í peningum talið. Það var það sem hann var að tala um hann slagga. Hérna eru lönd sem er ekkert með endilega þann mikla þjóðarframleiðslu en eru alveg í toppnum. Og svo erum við hérna og Luxemburg, Noregur er þarna já og svo er Luxemburg toppnum. Settum við ekki inn á kortið. Svo langt miklu hærri þjóðarframleiðsla á mann en menntakerfið er alls ekki að fylgja því. Það tengist ekki þessu ríkum maður. Má ég aðeins spyrja þig einu að því við hefum sett alltaf áhugavert, sko, þessi punktur velmegunar og útkomu eins og í fyrri glæri lönd sem er alveg ekstrím svona svipaði það, sko. Ef þú býr til skýringu sem er einhvern veginn á þessa leið, ef þú ert með fátækt kerfi, tiltölulega einhægt, þá hefur ekki efni á að gera nema tiltölulega fábreytta hluti. Og er þá ekki með nemendur í alls konar verkefnum sem eru ekki innan PISA og umhverfisins. Þannig að þú getur þá búið til rök fyrir því að fátækt að sumu leyti og stytti það að þú einbeittir þér af þessum meginatriðum, lykilkennsluefni og svo framvegis, og nú er ekkert að segja þessi gott að stand. Þú hefðir hreinlega ekki efni á öðrum. Og það var ástæður fyrir því að þú fengir þessa flötu línu. Já, ef þú meiri peninga, þá hefur efnaði að gera alls konar aðra hluti og gera henni líf nemendanna ríkara, bæði utan og inn á skóla. Það er alveg rétt. Og það er kannski einmitt sem þú ert að tala um, sko, þjóðfélagsleg staða nemendanna í landinu. Hversu gott þeir hafa það. Það tengist, sko, hversu gott þeir hafa það þá í skólanum, námslega sér. Sama hérna, sko, með hversu mikið er sett inn í menntakerfið. Hérna, reading performance and spending on education. Það er lítil tengst þar, rétt eins og með ríkidæmis. Þessi á Luxemburg er aftur þarna tengst úr korti. Og Ísland er þarna rauði deppilinn. Við erum mjög dýrt ef við grunnskóla. Nú, fleiri svona myndir. Hér eru menntun foreldra, alltaf sterk tengsl, það er um þessi kemur ekki óvart. Nemendur læri líka heima við sér. Og hér er Ísland svona fyrir miðju. Þarna er maður rauninni að skoða bara menntun og stig landsins. Þetta eru foreldrar nemendara sem eru að taka PISA. Þetta er bara almenni borgari
þarna úti. En ef þú setur í staðinn fyrir menntastig námshæfni, sem þegar Já. foreldrar hafa mikla námshæfni þá er líklegt að nemendur hafi það líka. Já, 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 já. Þá skýringu inn, Já. myndir hún duga. Já, það er erfitt að segja, sko. Það fer eftir náttúrulega hversu mikið af náminu fer fram heima, hversu mikið fyrir skólum. Það er mismunandi eftir menntakerfum. Og ég er áhugaður bara innbyggða hæfileika hjá bæði foreldrum og börnum. Já, já, auðvitað. Og eflaust er hlutfall, ef að foreldrar komast langt í námi þá er það væntanlega ekki eingöngu að áhuga. En svo sjáum við hérna rating performance and proportion of students from an immigrant background. Það er oft gripið í þetta. Það er svo mikið innflytjendum á þessu landi. Engin skýring, það tengist ekkert meðal stöðu í lesskilningi hversu margir innflytjendur eru. Ekki neitt. Og við erum með sama hlutfall og land sem við erum með allra hæstu niðurstöðu. Sem er Finnland og Hong Kong, ég man ekki alveg löndin. Já, líklega Shanghai. Nú, fleiri niðurstöður sem að setja þetta í svona langa samanburð. Hér erum við að skoða, setti hérna, já, Ísland er ekki metið þarna. Þannig verið að skoða sem sagt hvort að lönd færast upp í röðuninni ef við skoðum bara verkefnin sem að sérfræðingar landsins gáfu 5 stjörnur í forprófinu. Þetta eru verkefni sem eiga að vera í prófinu. Ef við skoðum bara þau verkefni, skoðum hvernig landið myndi raðast og hérna, hvort það fyrir upp eða niður. Og sjá að það er í rauninni bara handóðskilt. Sumlund fara aðeins niður, sumlund fara aðeins upp. Hérna er Rússland, hérna er Svíþjóð. Það eru lönd sem fara þá aðeins upp í röðuninni ef þú eru bara þau verkefni sem það sérfræðingarnir mátu að það eru ætti að fara inn í. Við erum með Chile og Dubai sem að fara þá neðar ef þú tekur bara þau verkefni sem þeim fannst vera best. En ástæðan fyrir að þessum lönd eru ekki með í þessum er að það var 99% af verkefnaprófum sem enduðu í aðalprófinu sem að okkur fannst frábært. Þessum löndum er mikið samræmi milli valsins hjá sérfræðingunum og þess sem að endanum var valið. Við erum með svona góða sérfræðingar. Það er skynsamlega. Og þessi mynd er hæfniþrepin og hlutfall okkar nemenda á hverju hæfniþrepi. Og ég tók mér bara það sem er í okkar skýrslu til að undirstrika. Og ef maður skoðar sko, þetta er raðast eftir gráu eru sem sagt á slakari nemendur og bláu eru betri nemendur. Og hér er Ísland tiltölulega ofarlega og í kringum það eru svona mjög svipuð dreifing hjá öllum þessum löndum og sérstaklega hjá Svíþjóð, Írlandi, Sviss og Ungverjalandi. Við erum eiginlega bara með sömu dreifinguna hversu mörg prósent eru undir, hversu margir eru 2, 3, 4, 5 og 6. Við erum með sama hópi, sömu dreifingu. Og eins hjá Noregi, Danmörku, Bretlandi, Bandaríkjunum, Þýskalandi, Pólandi, Liechtenstein og Taipei. Þetta eru lönd sem eru með mjög líka dreifingu og þá erum við að hugsa það hvernig menntakerfið hefur skilað, þegar eftir 10 ár, hversu hátt hlutfall af nemendum sem fara í gegnum menntakerfi enda á ólíkum stöðum í lesskilningi. Það er svona svipaður árangur hjá okkur og þessum. Þetta er ekki bara meðaltali. Nú smá forsaga að næstu mynd. Þetta er kynjamunur. Og ég tók saman árið 2000 hvar Ísland var þegar við vorum að skoða yfirburði stúlkna í lesskilningi eftir löndum. Þessu mörg stig er á milli stelpna og stráka. Hér er Ísland, hér eru Norðurlöndin. Danmörk er með mun minni kynjamunur í lesskilningi heldur en hinn Norðurlöndin. Við erum með Noreg og Finnland og Ísland. Svíþjóð líka svona alveg mjög mikill munur. 2003 voru með langmesta munin. Noreg og Finnland líka hér, Svíþjóð hér og Danmörk. Sama hluturinn. Hvað gerum maður ef maður kannan hvort þetta
sé raunverulegt, þá finnum maður aftur. Finnum maður aftur 2006, liðskilningur, Finnland, Ísland, Noregur, Svíþjóð og Danmörk. Alveg sama sístinni, alveg 2000-2006. Og þarna eru Finnland og Noregur og Ísland alveg með mjög slaka drengiverk með að við stúlkum. Hér er svo 2009 niðurstöður. Sama myndin hérna megin, hversu miklu betri eru stelpunar. Hér sjáum við að Ísland er ekki lengur hér. Hér er Finnland, hér er Noregur, hér er Svíþjóð, hér er Ísland. Þetta er mikil breyting frá því síðast. Við skoðum þetta í alþjóðlegu samhengi hérna. Ísland það er minni munur á milli stelpna og stráka heldur en áður, en á kvarðanum sjálfum er engin munur. Það er meiri munur á hjá öðrum löndum heldur en hjá okkur. Það er orðið þróun í öðrum löndum þar sem það er að stækka bilið, en okkar hefur að fara staði í staði frá 2000. Við vorum sömu stöðu á 2000. En við vorum alltaf um staði í samanburði landana þá. Þessi svarta lína hérna beint niður, hún er OECD meðaltöl. Þetta er ekki mikið frá því. Þannig þetta hljóta að vera mjög jákvæðar fréttir, þó að spilið sé það sama, þá vitum við að það er ekki að aukast eins og í mörgum öðrum löndum. Við erum ekki á sama stað. Sérstaklega við að við Finnland til þess. Við erum ennþá bara mjög slaka stráka með stúlkum. Nú, hér eru svo nokkru myndir undirþættina eða færnisviðin. Þetta er hvar við stöndum í endurheimt upplýsinga úr texta. Þetta er hvar við stöndum í að túlka og skilja texta. Og hér eru við í hvernig okkar nemendur geta íhugað og metið texta í ljósi fyrir þekkingar. Eða hvað höfundurinn er að fara. Þú verður að nota sína eigin reynslu. Við sjáum að þetta er nánast á sama stað. Þannig ekki þessum færnum sem eru sérstaklega betri eða verri hvað þetta var. Nú, og sama með kynjamunin, að hér erum við með þá endurheimtina, þar erum við með meiri, betri stöðu stúlkna hérna. En í að skilja og túlka texta er minni kynjamunur. Sem er alveg hérna að meðaltalinu. En þetta er kannski sterkari hlið drengjana heldur en hitt, eitthvað sem maður ætti að skoða betur. Svo er aðeins meiri kynjamunur í að túlka eða íhuga og meta texta. Engin munur á það því hvort við erum að tala samfelldan texta eða ósamfelldan texta. Samfelldur texti er frekar mikil rumsaða texta, frásögn eða eitthvað slíkt. En ósamfelldur texti getur verið svona teikning, leiðbeiningar hvernig á að gera hluti, hvernig á að setja saman eitthvað. Þannig að hér er engin munur. Þannig að þú tala samfelldan texta eða ósamfelldan texta, kynjamunurinn er svipað. Nú, hér svo erum við að fjalla nemendur sem eru á efstu 2 hæfniþrepunum, sem þýðir í rauninni efstu 20% í landinu. Bestu nemendur í landinu, hversu hátt hlutfall af öllum nemendum eru bestu nemendur. Lesskilningi eru við töluvert óðarlega, hátt hlutfall af okkar nemendum, við erum hérna rosa dímaðkari, við erum róa þar. Í læsi á starffræði erum við með færri, sem sagt, hlutfallslega með hinlandinn, og í náttúrufræði ennþá færri, afburðanemnd. Við kallum afburðanemnd. Og þetta er svona efni að samanburður á milli þessara faga. Þetta er ekki verið að meta alveg saman hluti. Þeir eru ólíkir. En eru fleiri einstæðingar þarna í starffræði heldur en lestur? Svo sem hlutfallslega? Já, einmitt, góð punktur. Jú, það er það, en það eru bara í sumum löndum eru ennþá meiri. Hvað segir þið? Það er auðveldara að hafa marga háskólanemndur í starffræði heldur en í lesskilningi eða í náttúrufræði. Góð punktur. Við erum með lengstu súluna hérna í
læsi á stærðfræði. En það allstaðar. Það ekkert. Þannig að ef maður skoðar þetta svona hlið við hlið þá myndi maður draga þá ályktun, ég myndi draga þá ályktun að við værum ekki með einu öflugt nám í náttúrufræðinni fyrir þá nemendur sem gætu náð langt í þá vísindum. Miðað við lesskilningi. Okkur gengur mun betur þar. Að þá hvetja og veita þeim efni og stuðning og kennslu til þess að þá ögra þeim og gefa þeim verkefni með hæfi. Þannig ég myndi draga þá ályktun svo þessu. En það þá ekki getubreytt líka? Þá ekki líka mjög slakur hópur í stærðfræði? Nei, ekki endilega. Við sjáum það eins og eftir, hvernig dreifingin upp á við og niður á við. Þá komum við að hefti nr. 2. Þetta var svona bara landasamanburður á landasvæðinu, hvernig staðan í þessum fögum. En hér erum við að tala það sem að hann Slætter var að minnast á varðandi equity. Það jöfn tækifæri til náms, jöfn tækifæri til þess að ná sem bestum árangri. Það náttúrulega miklu mikilvægara fyrir OECD heldur en staða landsins. Við erum að tala mannréttindi, við erum að tala að fólki sé ekki mismunað innan landsins. Það ekki síður mikilvægara heldur en góður árangur. Þar stöndum við okkur einna best af öllum löndum. Við skoðum fyrst students in urban schools perform better than students in other schools, even after accounting for differences in socio-economic background. Það eru lönd sem eru með meira en 45 stig á PISA-kvaðanum á milli borgarbúa og dreifbýlisbúa og allt upp í 80 stig í sumum. Og það eru samsvarar 2 árum í skóla eftir þeirra reikni aðferðum. Það er alveg svakalegt. Það er Ungverjaland til dæmis sem við erum á svipuðum stað varðandi marga hluti. Þeir eru með algjörlega bara annað land, hvort sem er til borg eða til dreifbýli. Algjörlega annað land. Ef við fyndum mun á 2 hópum á Íslandi sem eru 80 stig, það er algjörlega tvöland. Við erum með þarna 44 stig á milli stráka og stelpna og við erum að pæla í því, þetta eru alveg bara svona ólíkir nemendur. En það er allstaðar í öllum löndum þar sem er mun. Þetta eru 80 stig á milli eftir hvað við býtum. En við erum svo sannarlega ekki þeim hópi, við erum með engan mun á dreifbýlis og þéttbýli. Þessi mynd, það er nokkrar svona myndir í skýrslunni. Þannig eru þeir alltaf með 2 víddir og þeir eru alltaf með jákvæðinu hliðin af kjarnanum. Þetta eru lægri töl, þetta eru hérna, kemur þetta jákvæðinu hérna megin og jákvæðinu upp á því. Þannig er það hærri meðallesskilningur og svo betri þjóðfélagsstaða nemenda. Og Íslandi er þá, ég setti hérna grænan við Bretland, og Bretland er ekki hér. Þetta er Bretland. Þannig að ef við skoðum hvar punktarnir eru, þá verður allir á þessari línu hér, nema Ísland. Þessi að Luxemburg er ekki þarna á þessi ríki. Staða nemenda, menntun foreldrana, þjóðfélagsleg staða, starfið sem að þeir foreldrarnir sinna, það er alltaf svo mörg lítil fyrirtæki á Íslandi og þjóðfélagsleg staða fólk sem á fyrirtæki er mun hærri heldur deildarstjóra í stórum fyrirtæki. Það er eitt af ástæðunum fyrir því að þessu sjálfstæðir atvinnum eða fólk með lítið fyrirtæki er svo mikið að þeim og þess vegna kemur þjóðfélagsleg staða starfsforeldra hærra heldur en ellum. Og svo er náttúrulega auðurinn, efnisleg gæði á heimili sem eru alveg út úr kortinu á Íslandi. Er þetta að segja að það sé eitthvað ofmetið þjóðfélagsleg staða á Íslandi? Nei, ég myndi ekki segja sé ofmetin, af því að þetta er alþjóðlegur staðall, ISCO-kóðunin er alþjóðlegur staðall sem segir læknar eru hér, forsetinn er hér,
yfirmenn eru hér og svo framvegis. Þetta er alþjóðlegur staður. Og okkar, já, foreldrar þessara nemenda, þeir spurði hvað gera mamma og pabbi, þeir raðast ofarlega af þessum sögum. Það eru mjög hátt hlutfall af foreldrum, þegar við vorum að kóða þetta, mjög áberandi hátt hlutfall sem eru bara í eigin rekstri. Já, þetta var 2009 samt, sko. En staða íslenskra nemenda, sem sagt heimilisstaðan, aðstæðurnar, alveg frábærar á þessum kvarða, þjóðfélagslegu staða þeirra. Og við erum inn í þessum bláa kassa hérna, sem er gott að vera, samkvæmt OECD, mikinn jöfnuð og góðan árangur. Við erum fyrir ofan OECD meðaltali. Og hér er sem sagt farðin þessi sem við kalla socio-economic background. Við erum að tala tekur til efnislegra, félagslegra, menningarlegra stöðu foreldrana, æðsta starf sem foreldrar gegna, mesta menntun sem foreldrar hafa, flest í ár, og svo veraldlegar eigur á heimili. Hvað af þessu er til? Þetta er náttúrulega bara fyrir Ísland. Þetta líka er bara fyrir Ísland. Sérstaklega ekki fyrir út hvernig þetta fundið. Það er ólík, þrjú af þessum eru ólík eftir lönd. Þetta er svona það sem við kallað value items. Svo er spurt fjölda bíla, fjölda GSM-síma, fjölda baðherbyggja, uppbótarvera og svo framvegis. Já, það er líka bíla. En þetta er þessum dýra baki þessum þjóðfélagslega stöða. Því það er alltaf verið að tala um það í skýrslunni, ofta að hafa svona aðeins í bara hvernig það er mynd. Nefnum þetta spurning. Hér er önnur svona mynd, en hér eru svona hærri tölur hérna neyn. Lækka þessi tölur. Kannast það eitthvað við Gini-stöðunni. Gini. Haffræði hugtak sem að metur ójöfnuð í innkomi, í tekjum innan landsins. Og þá því lægri sem hann er, því meiri jöfnuður í tekjum. Við erum í bláa svæðinu, við erum með meiri jöfnuð heldur en OECD meðaltalið, mun meiri, með Finnlandi, Noregi, svo Svíþjóð og Danmörk með ennþá meiri jöfnuð, frábært að búa þar. En hérna megin er ekki færni. Þessi hérna færni er ekki bara meðaltalið. Hann er líka öfugur. Hann er hversu sterkt er sambandið milli lesskilnings og þjóðfélagslegra stöðu. Hversu mikið skýrir þjóðfélagslega staða nemandans, árangur hans í lesskilningi í skólan. Því minna sem það er, því betra. Það er ekki bakgrunnið þinn sem skiptir máli, þetta er bara þú. Við erum runni best í þessum tveimur vítum. Það er lítill tekjumismunur í landinu og tekjurnar, staðan tengist á engan hátt árangri í skólanum. Mér finnst þetta er uppáhaldsmyndin í voljum 2. Sýnir bara hvað við höfum og gott, eitthvað okkar nemendur hafa gott og hafa mjög tækifæri til þess að bara sjálfir finna sín besta svið. Og aðtöðu það er engin tengst á milli Gini-stöðulsins og hlut þjóðfélagslega stöðu í skýringum og lesskilningum. Og þeir benda á hérna this finding is important, já, to say weak relationships shown suggests that countries with similar levels of income inequality distribute learning opportunities very differently. Þess að hægt að vera með mikinn ójöfnuð, en samt ná góðum árangri í jöfnuði menntakerfi. This finding is important as it shows that equity in educational opportunities can be achieved even when income is distributed highly inequitably. Og svo taka þið dæmi Ísland og Ungverjaland, sem svolítið skrítið, af því að Ísland og Ungverjaland eru einmitt dæmi lönd sem eru ekki með mikinn ójöfnuð í tekjum. En þeir eru hins vegar með mikinn mun í því hversu staða foreldrana hefur áhrif á hvernig þú stendur. Kannski er þetta bara einfaldlega áherslur í menntakerfinu. Því ef að menntakerfi, bara benda á þann, ef að menntakerfi er mikið gíraðinn á það að foreldrarnir þjálfa þig, mikla heimavinnu, þú þátt sjálfur að redda þér, þá kemur náttúrulega staða foreldrarna meira inn
sem áhrifavaldur á það hvernig þið gengur í náminu. Þeir eru að halda utan um því. En hins vegar í menningar þar sem að kennarinn er að vinna alla vinnuna, þá vantarlega kemur lítið inn, að minna inn hvað foreldrarnir kunna og hver þeirra staða er í þjóðfélaginu. Og bara það hvort þú átt skrifborðið ekki, það skiptir minna máli, því þú ert að gera alla hlutina í skólum, þú lærist í skólum. Þannig að gæti verið að þetta sé bara einfaldlega að endurspegla ólíkar áherslur í hvernig kennt er. En ég myndi frekar taka Hong Kong og Tyrkland sem dæmi. Hér eru mjög mikill ójöfnuður í tekjum fólks, en Hong Kong nær að halda miklum jöfnuði í menntakerfinu. Árangur er óháður þjóðfélagslegri stöðu. Hérna er hins vegar bæði slæmt, bara mínus. Það er mikill ójöfnuður og menntakerfið endurspeglar þann ójöfnuð. Ríkt fólk hátt í þjóðfélagsstegunum, það nær nefndur sem er nátt betra árangur. Má ég spyrja, ef við fylgjum eftir ábendingu Jóns Torfa að kannski sé samhengi milli foreldra og barna sem tengist bara námshæfni, getum við þá ekki túlkað þennan mun á Íslandi og Ungverjalandi þannig að í Ungverjalandi séu það foreldrar með mikla námshæfni sem hafa komist í góða stöðu í þjóðfélaginu, en á Íslandi ráðist staða foreldra og þar með almennt staða fólks bara mjög litlu leyti af námshæfni. Já, meira áhuga bara og það getur einmitt verið einskýringin, já. Og gæti, það styður þá kenningu að það er mikið af fólki með sína einhver business hérna, sín eigin rekstur, fólk fær tækifæri svigrúm bara til þess að fara og gera það sem það vill gera. Og það kostar nánast ekkert að fara í nám hérna, í því svona framhaldsnám, þá foreldrar þessar barna. Þú getur farið í það sem þú vilt, hvenær sem þú vilt líka. Það er engin stimpill á því hvenær þú getur ekki farið í eitthvað nám. Þannig að allt þetta hjálpar sannarlega til að búa til þetta góða kerfi sem við höfum. Þetta kemur inn á þessu, ég varst að tala þetta smörjað áðan, bilið milli upp á við og niður á við. Þetta er Ísland hérna, ég ætla að útskýra þetta. Það er ekki mikið kemast til að, en hér erum við með nemendur í miðjunni og þetta eru 100 hlutarnir. Hérna eru 10% efstu og vegalengdin frá miðjunni upp í 10% efstu er 136 stig. Vegalengdin frá miðjunni niður í 10% lægstu er 112 stig. Þannig að styttra niður heldur en upp. Því að það eru fleiri sem komast ennþá lengra, færri sem fara alveg niður á botnum. Þetta er skekkt upp á við. Og þetta hérna eru lönd sem þetta er skekkt upp á við, sem eru hérna með við, svo Íslandi. Hérna eru lönd sem þetta er skekkt niður á við. Katar, þeir eru með stóran botn af fólki, miðað við það sem eru upp á toppnum, eins og pyramíd. Þeir eru meira með svona vatn. Og þessi lönd hér sem að ræðast hérna, Belgía, Frakkland, Ísrael, Þýskaland, Hong Kong, Liechtenstein, Finnland er hérna einhvers staðar. Þetta eru lönd sem eru með meira upp á við heldur en niður. Og það er lönd sem við verðum að sýna ykkur á með hefnistripi. Svona önnur mynd til þess að sjá hvernig staðan er. Við erum mjög góða stöðu hvað þetta varðar. Við erum alveg að fara að taka kaffi eftir svona 5 mínútur. Ég vissi ekki alveg hversu langt ég kæmist með þessu kynningu og hversu langt ég kæmist í gegnum bindi. En þið sjáu það að ég þarf eiginlega að halda framhald í næsta mánuð í yfirferðinni yfir bindi. Og þá ætlum ég svona að taka kannski aðeins svona meira selektífur á það hvað það er sem að mér finnst áhugaverðast. En þetta er hins vegar mjög áhugavert í þessari samræðu hér. Við erum að tala þjóðfélagslega stöðu, equity, jöfnuð í þjóðfélaginu til menntunar. Það er bindi 2. Forsaga á næstu mynd árið 2003 voru tengsl læsis og stærðfræði við félagslega stöðu, menntun, menningareigur, börn einstæðra, innflytjendur og tungumála heimili,
7% skýring af þessum bakgrunn á árangri. Og hvar erum við í röðinni? Alveg í botninum. Macau líka með mjög lítið skýringu. Það sem sagt engin skýring við hvað það er. Þegar fólk er að tala hverfaskiptingun ekki Reykjavík, og segja, hei, þetta nú bara af því að hann í þessum skóla. Sammála því, það kannski 1 eða 2 á jaðrinum sem þetta benda á, en það eru 30 skólar í Reykjavík. Þessi 27, 28 í miðjunni skiptir engu máli. Skiptir engu máli félagsleg staða fólks sem að sendur börnin sín í þennan skóla, hún skýrir bara ekkert af því hvernig gengur. Hagaskóli kemur vel út á samræmduprófi. Það nú bara þegar allt háskólafólk þar. Ég ætla að gera greiningu á þessu betri, sem við verðum þetta að gera, en miðað við þetta, miðað við hvernig staðan í hinum löndunum, þá ættum við ekki að vera að hafa áhyggjur af þessu. Þetta ekki skýring í okkar samfélagi. En hér eru Norðurlöndin, sannarlega skiptir það máli í Danmörku, Svíþjóð og í Noregi, og þeir eru líka að taka á þessu allt annað háttum við. Þetta ekki eitthvað sem við ætlum að hafa áhyggjur af. Hér er 2009. Þú segir þetta að það sé engin félagslegur munur og engin tengsl félagslegs mismunur og menntunar í Reykjavík. Það sé ekki að marka þessi samræmdupróf, vegna þess að þú gæð saman samræmduprófin eftir póstnúmerum. Það kemur verulega mikil munur í því hvort þú átt heima upp í 100 og eitthvað í Breiðholti eða 107 í Vesturbænum. Það tengist skólanum sem þú ert að fara í, hvað gerist innan veggja skólans, ekki hvað fjölskyldu það sem ég að segja. Jú, það munur á hverfum, það munur á skólum í Reykjavík. Það tengist ekki skólum. Þú finnur í þessum sömu hverfum þennan félagslega mun. Já. Klárlega. Já. Það er allt mælanlegt, það er að skoða. Já, ég held að þetta sé ekki mikil skýring í dreifingu. En það alltaf samræmduprófin með mjög litla dreifingu milli skóla. Sýna rannsókn sem Félagsvísindastofnun hefur gert aftur og aftur á þessu. Já. Þess að það er klár skýring á þessu. Á póstnúmer. Póstnúmer. Ég ætla að taka þetta upp og skoða þetta betur, varðandi PISA. Það er lesskilningu sem er kannski ekki alveg það sama á samræmduprófin. Það getur verið að í gegnum tíðina hafi meiri þjálfun verið í gangi í skólum yfir þar sem var hærri þjóðfélagslega staða. Aftur á því að það er þetta marka þessi samræmdupróf. Alltaf hann kemur hingað þá kemur þetta okkur því að samræmduprófin sé bara eitthvað allt annað. Já, þau eru ekki tæki til að bera saman skóla. Nei. Þau eru tæki til að bera saman einstaklinga, nemendur, hvernig þeir standa í 4., í 7., í 10. bekk. Hvernig þeir fara upp og niður. Það er mikill munur á því.